Frábært vídeo af mér hérna að skríða. Hérna, velkomin upp á Stúdíó Háaloft. Þetta hérna, ég og Birkir bróðir minn erum búin að smíða hérna lítið hljóðver hérna upp á Háalofti. Og hugmyndin af listaverkunum mínum kemur svolítið frá tónlistarbakgrunnum. Við erum alltaf búin að vera að smíða svona fleka, hljóðdempandi fleka í æfingaraðstöðunar og hljóðverum okkar. Og svo kom þessi pæling, heyrðu, af hverju er ekki hægt að strekkja eitthvað fallegt efni á þessa fleka og mála á þá og ramma þetta síðan inn í eitthvað svona fallega ramma og koma svo inn á heimili fólks. Og rauninni er þetta sko málverk sem er með þessa ósýnilegu virkni. Ósýnileg hljóðvistarlausn í rauninni og er þetta tvennt, er málverk og hljóðvistarlausn. Þannig að, og hérna inni hljómar allt rosa þægilega og jafnt og þetta er gert til þess að við getum tekið upp tónlist hérna í þessu rými og líka hlustað á tónlist og haft svona, já, þannig að það sé þægilegt og jafnt hljóð hérna inni. Og ég er búin að vera að gera þetta síðan hvað? Ég held sér allavega í 2 ár núna hef ég að gera þessi hljóðdempandi málverk og búið að ganga ótrúlega vel, eiginlega bara asnalega vel. Ég er mjög þakklátur fyrir það og þakklátur að fólk er að sýna þessu áhuga. Og við höfum haldið sýningar í Núlinu og Epal Gallerí og vorum á hönnunarmarkaði Hönnunarmars. Svo erum við núna að fara að vera á samsýningu í La Boutique Design versluninni á Mýragötu. Ég held hún sé á Mýragötu, man ekki, ég er svo áttveldur. En hann að geggjubúð og það er gallerí hann að niðri á neðri hæðinni. Og framöndan í okkur er alls konar spennandi en við erum að undirbúa prentverk í fyrsta skipti. Við kynntum svona prótótýpur af prentverkum núna á Hönnunarmars síðast en núna fyrir á næstu mánuðum vera tilbúin prentverk sem eru hljóðdempandi. Þannig að fylgist endilega með því. En listaverkin sjálf, þau eru einstök, þau eru það er alltaf bara til eitt af hverju listaverki. Það er alltaf einhver söguþráður bak við hvert listaverk. Þau eru, í grunninn eru þau samt það sama, það er að segja að ég er að skoða myndrænt og hljóðrænt suð. Þau eru hljóðdempandi og þess vegna langar mig að halda því svona suð þemanu á framgangandi og ég er að kanna myndrænt suð, það eru punktarnir, doppunar sem eru á verkunum og svo eru svona línur á öllum verkunum og það eru leiðir eða rútínur sem við mannfólkið gerum. Og ég er að ímynda mér að ég sé hátt upp í himninum og horfa niður á jörðina og allir þessir punktar, allt þetta myndræna suð, það er bara við mannfólkið og leiðirnar eru þær leiðir sem við förum í lífinu. Og stundum er þetta eitthvað sem við gerum oftar en einu sinni, svona einhverjar rútínur og þess vegna eru línunar á fleiri en bara ein, það eru 5 línur hlið við hlið. Við eigum til að fara sömu leiðirnar aftur og aftur og aftur. Mér finnst líka svolítið þægilegt að horfa á stóru myndina svona, ímynda okkar að við séum pínlitlir punktar og sem sagt að maður er bara einn punktur af mörgum punktum og svona stóra samhengið að horfa á svona stórt þá sér maður bara ok, við erum bara öll að díla við það sama, við erum að gera svipað hluti í lífinu og það róa mig rosa mikið að hugsa þetta svona og vandamálin mín minnka bara
ekkert smá mikið þegar ég svona zooma þess út og það er svona tilfinning sem ég væri til að áhorfandinn fái líka á tilfinningar, bara ok, þetta er einhvern veginn, þú veist, og reynda að horfa á stóru myndina svolítið og þetta er bara partur af leiðinni sem þú ert að búa til í lífinu. Það er pælingin. Svo er einn svona fun fact, það er bara einn rauður punktur í hverju listaverki. Það er svona þá túlka sjálfið, eða þú sjálfur í stóru myndinni og það er svona smá hvarfalli leikur að finna þennan rauða punkt. Þannig ég mæli með að næst þú sérðu verk eftir mig að leita af rauða punktinum.